Hlynur Baraksson, fyrirliði Stjörnunnar, velkomin í Sibba spjall. Tilefni af bikarviku Geysis bikarsins. Hvernig er ekki gott að vera konur aftur í þetta? Þið náttúrulega kláruðu þetta í fyrra. Jú, það er mjög gott. Já, þú mátt alveg svara. Nei, ég ætla bara að segja annars verður eins og langt hlé. Já, nákvæmlega. Það væri helvítið langt hlé í deildinni sem er örugglega hundleiðilegt. Já, og býttu svo við kannski förum út í annað. Ég er svo opinn og vitlaus í þessum villunum. Það er væntanlega, einhverjir landsleikir þarna eftir? Landsleikur og svo svolítið bikarhelgin, svona fyrir þau sem er ekki þar. Já, þannig fyrir þá sem er ekki að taka það var ansi langt frí. Ég held að það sé ekki skemmtilegt að æfa svona mikið á þessu keppa. Nei, en þú upplifði það sem sagt í fyrra að fara í höllina í þessa bikarviku og það var náttúrulega bara fór á alveg besta máta. Var þetta ekki mjög skemmtileg upplifun? Það er alveg geggjað að vinna bikari, sko. Það er ekki megin, það er mjög þetta brýtur bara svo upp sísonið að spila svona leiki. Þetta er alltaf megin allt öðru í sig. Þetta er úrslitakeppnisvílingur, sko. Það er bara troðfullt hús og mjög mikið stemning, hátt spennustig og oft svona saknar maður þess, sko. Það er action í þessu. Já, og byrju, þú ert nú orðin eldri en 2 vetur í bransanum. Já. Hvað ertu búinn að vinna bikarinn oft? Ég held sem að vinna 4 sinnum. Hefur einhvern mann tappað í úrslita? Já, ég held ég sé sko örugglega ég er ábyggilega í mínus í stigatölu þegar við töpuðum leiknum sem ég tapaði þessu stórt. Já, móti Keflavík. Móti Keflavík 2002-2003. Sko, þú ertu búinn að vera lengi í þessu? Já, þá er ég búinn að vera í 5 ára í deildinni. Þá varstu samt búinn að vera í 5 ára í deildinni. Þeir voru með Damon Johnson og Ed Saunders. Við vorum ekki með gott lið þetta ár, við vorum með 9. 10. sæti eða eitthvað. Já, betur, þið með Eitkan og var Damon Johnson að koma með íslenska ríkisborgari alveg. Og þeir svona voru með restina bara íslenski landsliðsmenn líka, sko. Já, nákvæmlega. En við mættum með jakkafötum og vorum flottir í höllinu, sko, strákarnir. Já, það vantaði ekki, sko. Þannig að það var eitthvað svona highlight kannski þennan dag. Já, þetta var bara gott, sko. Við mættum vorum bara vel dressaði sveitamann og skemmtum okkur ágætlega. Ég held að það var jafnt eftir fyrsta leikluta og þetta er gátur, sko. Já. Og síðan endaði þetta í einhverjum blástri, sem að segja. Já. Og mér minnir sko, þannig að kvennalið Grindavíkur vann bikarinn 2008 þá vinnið þið Fjölni, eða ekki? Var það þinn fyrsti? Það er minn fyrsti bikarsigur. Og þegar þú segir að það vann ekki 4 bikarinn, ég er bara núna 3 svars. Já. Þeir hugsaði, 2008, 10 og svo. Þú varst Grindavík 2010, helvitsmjölurðin. Já. Og svo bara í fyrra. Fyrir aðeins að 3, ekki 4. Já. Núna hefur þú reynslu af því að mæta bara í úrslitaleik versus eins og í fyrra undanúrslit. Ertu hrifinn af þessu formati? Já, ég er það, sko. Ef það er næst góð stemning, sko. Já. Og þegar undanúrslitin er alltaf stóri leikur. Ef það er næst góð stemning að setja þetta í höllinu og síðan er svolítið yngri flokkarnir enn það ekki. Já. Það er svo á sama tíma. Ég held að geti, ég er hlindur þessu, sko. Já, ég held að þetta er svona dálítið. Jú, ég held, jú. Og mann er sérstaklega því að nú erum við svona konur aftur í Grindavík, þannig að þá er þetta gaman. En menn sem vilja meina það, þannig að svona kannski fari aðeins sjarminn að því að spila til úrslita, það sé þá svona hæglætið. En það er ekki allt kosið svo sem. Nei, það er bara ekki hægt að þetta. Mér finnst þetta gott svona. Já, bikardrátturinn, þú svona kannski bara slett sama. Ef þú hefði fengið að velja, þú hefðir valið Tindastól versus Grindavík eða Fjölni? Nei, við vorum að ræða þetta, sko. Ég hefði líklega ekki valið Tindastól. Nei. Þeir eru sterkasta liðið, sko, sem við gátum fengið. Eins og staðan er í dag, sko. Já, ég dettur ekki hugarinn að þræta fyrir það. Nei. Ég vildi persónulega frekar að fá Fjölni heldur en ykkur eða Stólana, sko. Já, ég skal bara vera hreinskilinn með það. Ég hefði ekki vendilega valið Tindastól. En hins vegar það var alltaf líklegt til þess að vinna bikarinn. Þegar þessi 4 legur eftir, það var líklegt að það þyrfti alltaf að vinna Tindastól, sko. Þannig að það er þá bara spurning hvort að það sé ekki ánægst gott að gera það bara hann á miðvikudeginum. Já, og þið eru náttúrulega bara búin að mætast einu sinni, ekki? Nei, 2 sinni. Þið eru búin að mætast 2 sinni? Já. Og hvernig? Og við splittuðum því bara heima og heima, sko. Splittuðum því heima og heima? Já. Og á hvernig leik með hverjum þessu aðdáendur eiga von á? Tindastól? Já. Leikurinn hérna var mjög góður fannst mér. Það var physical, bæði lið með góða þjálfara fannst mér. Svona taktískir. Við fóra þess að hugsa út fyrir boxið, báðir 2 og komið nýjungar. Já, og það var mikil ákefð í þeim leik. Þeim leik vantaði menn í bæði lið, vantaði brotningi á þeim og svo kæl hjá okkur. En leikur á hann góður, fannst mér. Það skilur, það var... Góð gæði? Já, góð gæði. Ég hefði viljað borga minna á það, sko. Ég hef verið áhorfður það. Ég get ekki sagt það alla leiki í deildinni. Þannig að það fannst mér góð leikur, sko. Það var þess verið að mæta á. Þannig að ég búist ekki við ykkur svipuðu. Já. Og þetta náttúrulega hugsaði ekkert lengra en bara í þann leik en svona að þú ættir að skjóta hvernig
hvernig hinn sem viðureignin verði, Grindavík Fjölnir, svona, er þið kannski bara slétt saman það? Já, ég er hugsa bara ég er ekki að hugsa það, ég er að reikna, ég er ekki að hugsa svona. Nei. En ég myndi ekki sko Grindavík. Já, svona fljótu bræðir. Grindavík eiga að vera betra fyrir mig, bara ef við tölum hreina íslensku, þá eiga að vera það. Já, en enginn átti von á því að Fjölnir myndi vinna Keflavík. Nei, sko málið er að þetta er bara þannig keppni, Fjölnir getur þess vegna bara unnið Grindavík og svo unnið liðið sem vinnur Tindastól-stefnan. Það er í alveg, það er bara, það er sem sjarmið við þetta. Það er sjarmið við bikarinn. Það er sjarmið, það getur bara. Já. En hvað með þetta tímabil svona so far? Hvað, þið voruð að vinna núna, leiknum við 14 í deild í röð? Ertu búin að missa tölunum bara? Ég er bara ekki humdað sko, ég er í alveg ekki mikið að pæla í því. Nei. Ég sagði líka hérna ekstra rána, við þurfum að spila alveg vel og allt það, en það er ekki eins og við höfum verið að rústa öllum þessi leikjum. Við hefum alveg auðvitað getað tapað 3-4 af þeim. Þetta voru jafnir leikir margir sko sem við unnum og kannski það eitthvað merkjum að við getum klárað þannig að sumir af þessi leikjum voru líka bara leikir það sem að auðvitað bara eins og Nick bara reddar okkur sko. Þannig að jú, þetta líður þetta vel út og þannig en samt líka ákveðin hérna svona merkjum að við þurfum að passa okkur sko. Bæði þessu leikjum á móti Grindavík og svo bara fleiri leikjum að koma svolítið svona flatir leiks. Aftur að bikarnum í fyrra, þið unnuð IR í undanúrslitum, var ekki bara góð mæting? Mætti ekki Stjörnumenn bara vel? Jú, það var stemning, við höfum mikið að spila með IR undanfarnar, 3 rauði úrslitum og undanúrslitunum í fyrra sko, það var eitthvað kildur í stúkunni, það var ekki mótið þeim. Action í stúkunni? Það var mótið þeim. Það var mótið IR? Já, það var hnefasamloka og hendi einu svoleiðis sem að ég. Þannig að þú auðvitað vilt sjá bara Stjörnumenn Fjölmenna væntanlega á þessa leiki? Já, algjörlega. Það sem er mest við að vera með gott mót hérna, við myndast ágæti stemning og gaman að spila þetta, sko. Maður sér svona sumstaðar í deildinni sem að vera til þess að meiri stemningu. En þetta er eitt af húsunum sem við náum að mynda ágæti stemningu, sko. Og verðist vera svona komin einhver hópur, einhver kjarni sem fylgir okkur og sem er alltaf meira á bikarnum. Þetta er reyndar í vetrarfríinu held ég og vetrarfríi þannig í Garðabæ, sko. Við förum ekki upp í Garðabæ, fara ekki upp í Bústað, sko. Þeir fara bara sko á skíði í Sviss eða í Flórída sko. Það er ekki. Já, reyndar ekki á skíði í Flórída en svona fara kannski í Sviss að ég. Í Sviss, já. Eða Austurríki, skíði í Sviss þar eða þá í sólina í Flórída. Hérna, þeir eru ekkert að fara bara upp í Húsafell sko. Nei, nákvæmlega, en þetta er Garðabæ. Það stundum við vanta svolítið upp á það. Það var samt velmætt í fyrra þannig að ég er bara aðeins að djóka. Og við viljum væntanlega minna aðdáendur Stjörnunnar á það að kaupa miðana af linknum sem er tilengaður Stjörnumönnum. Þetta er dálítið mikilvægt að menn átti svo þessu. Það er mjög mikilvægt. Annars, ef þið kaupir bara. Fer þetta allt í þín? Nei, reyndar ekki held ég bara til KKÍ, auðvitað viljum alveg að þeir, en hvert lið fær 500 miða, 500 fullorðins og 150 barnamiða. Það verður að kaupa það af linknum sem er tilengaður frá Stjörnunni. Við hvernig þess? Þannig að, og þú vilt auðvitað bara sjá. Er engin svarti markaði með þetta? Jú, örugglega. Það ekki? Það er pottet, held ég. Það var þetta með 10 miðum og fer ég með það. Já, eins og ég segja, þannig að það er einn leikur eftir í deildir að þetta viðtal er tekið, þannig að þú ert að sjálfsögðu ekkert farin að velta þessum bikar því ég hlakka bara til þegar við gaman að koma í höllina og það var gaman í fyrra og þú vilt vantanlega bara endurtaka leikinn. Já, ég er nú samt þannig sko, ég byrja náttúrulega að hugsa, þetta gerir það allir, þrátt fyrir einn leik í einu frasan sko, ég held að sé alveg. Þú ert alveg heiðarlegur með það, þetta er svona in the back of your. Ég er ekki byrjað að undirbúa mig fyrir það, en auðvitað veit maður verið með höllina. Það er alveg svipað eins og þegar það er einn leikur eftir í deildakeppni eða eitthvað og úrslitakeppni býður eða eitthvað, þá er það alveg svona, þú verður að byrja að hugsa, það er bara lygi með þessi, bara hugsa ekki neitt það. Já, við skulum bara vera heiðarlegur og vera ekkert að ljúga neitt. Nei, en ég er ekki byrjað að undirbúa mig, en það kemur bara eftir valsleikinn sko, en þetta verður bara hörku fjör. Ef við bara jafnvel að takast í hendur upp á að verði úrslitaleikur, bara Grindavík Stjarnan? Já, ég meina það skiptir engum máli hvað við tökum til hendur sko, það ræðist annar staðar en við getum reynt okkur besta. Kominn tími á Grindavík hefni þá síðan 2013, þú varst reyndar ekki þá? Nei, ég hef það ekki saman sko, þið getur hefnt síðan 2010. Ég hef það saman. Já, þú ert í snöfvill þá. Herru, takk fyrir spjallið. Herru, takk fyrir þess.